Handverkshátíðin í Eyjafjarðarsveit opnaði á fimmtudaginn. Handverkshátíðin núna orðin 25 ára, Katrín framkvæmdastjóri, bara 25 ár, hún bara komin á aldur. Já, bara til hamingju með handverkshátíð 25. skiptið. Þetta bara frábær árangur að vera hér enn og með svona flotta hátíð eins og hún í ár. Hátíðin, hún hefur alltaf verið stór í sniðum og fjölsótt. Já, mjög svo, og það sem gaman í ár að við erum svona aðeins að skoða og kíkja aftur í tímann og sjá hvað var vel gert þá, og þannig að við erum svona að endurvekja svolítið það sem var vel gert þá með til dæmis að halda námskeið og svona hefja handverk til flugs, svona alvöru handverk. Við erum svona, og það væri gaman að segja frá því að við erum einmitt að því tilefni fengum við sænska farandsýningu og sænskan trémeistara sem heiðrar okkur með nærveru sinni. Hann heiðursgestur hátíðarinnar, og þessi sýning sem heitir Úr Björk, þetta sem sagt 1 birkitré, 25 metra hátt, 30 cm í þvermál, og þetta eru 22 aðilar. Þetta hefði verið draumur þessa sænska meistara sem heitir Knut Östgård, sem hérna hjá okkur á hátíðinni. Það hefði verið draumur hans að fullnýta heilt birkitré, og það gerði hann með aðstoð þessara fólks, og þau voru 6 mánuði að búa til hvorki meira né minna en 400 muni. Og það þessi sýning, að sjá hvað 1 birkitré gefur af sér og verðmætin sem í því felast. Þannig að það tréð sem þá núna í aðal hlutverki á þessari sýningu. Já, við ákváðum einmitt að halda þetta í ár, svona hafa hátíð trésins, og það svo sannarlega búið að takast. Hvað segir sveitastjórinn þennan stóra og mikla viðburð? Það má kannski segja að sýningin hafi komið sveitafélaginu á kortið. Ég held að það sé mig nokkuð til sanns vegar færa. Það eiginlega ótrúlegt að fá að fylgjast með þessu. Ég nú ekki nema 40 sjálfur, þannig að ég var ekki mjög gamall þegar hátíðin hóf göngu sína. Og það sem ótrúlega skemmtilegt að sjá það hvað samfélagið ennþá öflugt hér og viljugt að taka þátt í þessari hátíð. Hún stendur og fellur með fólkinu í sveitinni, og að þessari sýningu standa félögin sem eru hér starfandi og ýmsu vettvangi. Það eru, svo ég telji nú bara einhver, það eru björgunarsveitir, það eru ungmennafélagi Samherjar, og það eru kvenfélögin, og það eru handverksfélög, og svo má lengi telja, og kvenfélögin auðvitað óglemdum. Og hér hefur maður gengið undir mann að undirbúa sýninguna. Það búið að baka og græja sultur og vera með handverk, og svo setja upp allt sýningarsvæðið sem björgunarsveitin og fleiri bera veg og vanda að ásamt starfsfólki sveitafélagsins. Og það sýnir okkur kannski þann styrk sem felst í, þó ekki stærra sveitafélagi, að geta náð öllu þessu fólki saman ár eftir ár eftir ár á þeim tíma sem flestir kjósa að vera að heiman í sumarleyfi, og leggjast hér á eitt að koma þessari sýningu á laggirnar, og það bara frábært. En að setja upp eina svona sýningu, þú sem framkvæmdastjóri, þú byrjaðir ekki bara fyrir viku síðan? Nei, það alveg á hreinu. Við byrjum svona í janúar, þá byrjum við að teikna þetta upp. Og svo smám saman magnast vinnan, og svo þetta bara allt stór pakki svona undir að síðasta. En svo hún komin í gang, allir komnir á sína staði, og nú bara njótum við. Hversu margir sýnendur taka þátt í ár? Sko, þeir tel allt saman, og sænsku handverksmennina og handverksmarkaðin sem nýjung, þar getur leikt bara 1 borð 1 dag, þannig að það svona viðbót, og svo matarmarkaðin, þá erum við komin upp í 150 sýnendur. Þannig að þetta ansi stór hátíð í ár, og gaman að segja líka frá því að markmið hefur alltaf verið handverkshátíðar, það að leiða saman handverksfólk hvaðan af landinu og gera handverk sýnilegra. Og ég held okkur sé að takast það. Svona, í þínum huga skiptir handverk miklu máli að það sé haft í heiðri og við verndum gamalt handverk? Ég held að það sé algjörlega ljóst að þrátt fyrir að við séum að horfa hér á þrívíddarprentara og allt hvað verða til, að þá mikill fróðleikur fólginn í handverkinu gamla tíma. Og kannski líka þá hreinlega það að fólk
getur þá sýnt fram á það að handverksfólkið að það margt sem að ekkert endilega hægt að leysa í vélum. Það hér handverk sem við erum að sjá sem að verður ekki leyst öðru í þessu hendi heldur en með þeim hætti sem það gert. Og það ákaflega gaman að koma hér þá með hinar yngri kynslóðir sem að læra þetta og þannig gengur þetta mann fram að manni og hefur gert í Íslandssögunni og alveg fram til dagsins í dag á handverkshátíðinni á Hrafnagili sem að heldur þessu handverki á lofti á ári hverju. Hægt að ég skjóta á núna hversu margir gestir koma? Sko að jafnaði, þetta hefur verið kannski ekki alveg vísindilega talið, en að jafnaði hefur verið að fá svona 15 til 20.000 heimsóknir. Því að það eru margir sem koma og svona líta yfir svæðið og fara svo að versla kannski á sunnudaginn fyrst. En það alls konar. Fólk hefur margan háttinn á. En 15 til 20.000 heimsóknir hefur þetta verið svona að jafnaði. En svona í gegnum tíðina sýningi sjálf, hefur hún tekið miklum breytingum og þá sýnendur líka hvað þeir eru að fást við? Já, hún hefur gert það og það eru alltaf tískustraumar sem að getur verið gaman að rifja upp og það alveg greinilegt að tískan kemur inn og mér fannst svolítið áberandi á síðustu hátíð þá var íslenska náttúran komin inn í handverki sem svona inspirasjón getur maður sagt og núna hún heldur áfram náttúran að koma í gegnum munina sem eru í boði og til sölu og sýnis. Hvað segir sveitarstjórinn? Þú ert nú væntanlega búin að renna yfir sýninguna. Hvað fangaði helst þín augu? Það auðvitað, ég held að sjá engan halla þegar maður nefnir það að listaverkin úr Björk eru afskaplega eftirtektarverð og það sem auðvitað bráð skemmtilegt við þessa sýningardaga hér það að eins og kemur fram að fólk kemur hér aftur og aftur og maður finnur þannig anda bæði sýnendurnir og síðan þáttakendurnir hér úr sveitinni sem allir hjálpast að og og ferð og flug hér allt sýningarsvæði að þetta smitar í kringu sig og fólk kemur hér ekki bara til þess að skoða sýninguna heldur hreinlega til þess að hittast og upplifa mannlífið og stemninguna og ég held að það sé ekki síður markmið að efla hér, eða hvað ég segja, skapa hér skemmtilegan vettvang til þess að hittast og gleðjast saman. En nú skulum við aðeins fara yfir á persónulegri nótur, hvers konar handverk stundar nú sveitarstjórinn í Eyjafjarðarsveit þegar hann kemur heim? Sveitarstjórinn í Eyjafjarðarsveit reyndar ekkert sérlega duglegur við tiltekja handverk en hann nú liðtækur ýmsa hluti sem að allt sem að þarf að gera, það getur hann gert, skulum við segja. Við köllum það handverk. Við köllum það handverk. Ég bý mjög vel að því að þegar það kemur að handverki þá bý ég mjög vel að því að hafa verið hér í sveit sem strákur og lært margt af því fólki sem að ég var þá vistaður hjá, ef svo má segja. Og þessari spurningu svarar líka framkvæmdastjórinn? Já, ég læt nefnilega aðra þetta en ég tel mig hafa gott auga fyrir góðu handverki og keypti mér til dæmis á síðustu hátíð armband sem var hesthófur og sænska hakkavél sem var búið að búa til lampa úr. Þannig að það kennir ýmsa grasa hérna. Þannig að fyrir þig frábært að koma hingað á handverkshátíðina og sjá og skoða? Frábært, það leynist svo margt hérna og fólk það bara vera þolinmótt og gefa sér tíma. Það sé aðalatriðið.